Ármann Sverrisson komin hér til blaðamanns Eðfaxa eftir að hafa tekið við heiðursverðlaunum fyrir hestinn Loka frá Selfossi. Til hamingju með það, Ármann. Takk fyrir það, Gísli. Við byrjum kannski aðeins þegar þú fórst á stað í þessa vegferð með Loka sem ungur drengur, ræktaðir hann, bjóstu við því að standa hér í dag með heiðursverðlaun? Nei, aldrei verið hvarflað að mér. Nei. Fyrir en í fyrra að ég sá að þetta var orðið raunhæfur möguleiki. Geturðu lýst, eins og ég segi, þetta nú ætla ég ekkert að fara neitt að tala undir rós, þetta hálfgerð Þyrnirósar ævintýri, öskubusku ævintýri allavega, Þyrnirós er sofandi en þetta öskubusku ævintýri. Hvað hefur Loki sem að gera hann að góðum afkvæmahesti? Hann hefur náttúrulega, ég segja fyrst og fremst, mikla útgeislun og mikið þrótt og atgervi sem að skila sér ofta áfram, sterkt. Og töltið oft lyftinga mikið og gott og hann bara náttúrulega gríðarleg rangskil. Þú gerðir þetta ekki einu sinni, Ármann, að eignast frábæran klárahest, heldur ertu búinn að gera þetta tvisvar, Fenrir og Feti. Já, fór styttri leiðina seinna skiptið. Styttri leiðina seinna skiptið, en þetta algjört lottó eða ertu með eitthvað innsæi sem að öðrum vantar? Ég veit það ekki, hvað skal segja, þetta auðvitað þetta alltaf lottó, en það náttúrulega kannski erfitt að segja að maður sé heppinn í 2 skipti, ég veit ekki hvernig maður lítur á það. En það bara, þetta bara gaman, þetta heppnast núna. Já. Og ekkert sjálf gefið þetta, það þarf að fylgja svo eftir og ég nú kannski ekki ég ekki telja mig til fjársterks manns til þess að ýta þessu eftir eins og stundum verið með suma. Það bara gaman að ná að landa þessu. Það má segja að Loki sé ekki fæddur með silfurskeiði í munni, hann fæðist ekki hár í kynbótamatinu en hækkar við afkvæmum sínum, það lítur að vera gaman. Já, hann náttúrulega komin held ég upp í 113 sjálfur svona gegnum sýningar, gegnum kynbótaferilinn og svo sígur hann upp á við gegnum afkvæmin. Náttúrulega ekki af sterku móðu, pappa hans ágætur með blubbið að gera á sínum tíma og mamma sé ekkert sterk, lítið sýnt á bakvið hana. En það gaman að ná að klára þetta svona og fara beint í heiðursverðlaun. Já, ég ætlaði að setja það næst. Það náttúrulega bara núna vegna breytta forsenda náttúrulega kemst hann strax í heiðursverðlaun. Sjálfsagt eini hestur sem gert það en hvað framhaldið svo með Loka núna? Loka? Það bara, held ég bara að halda áfram að njóta hans og eiga hann. Það hefur aldrei komið til greina að selja hestinn? Nei. En Fenrir hann til sölu? Nei. Já. Ármann, til hamingju með daginn með þinn heiðursverðlauna hest. Hvernig fannst þér landsýningin kom út? Herðu, ég er mjög ánægður með hana viðburð. Já. Ég er bara virkilega hrifinn af þessu. Þetta ætti kannski eitthvað sem ætti að skoða jafnvel á milli landsmóta að halda því að mér finnst þetta lyftir aðeins svona upp og þetta er frábært núna eftir COVID að fá þetta svona. Maður fæði smá landsmótsfíling en þetta er bara einn dagur og svo er allt búið bara og þægilegt. Og hvernig á að fagna í kvöld? Herðu, sé ekki bara kampavín. Til hamingju með árangurinn, Ármann, og gangið vel áfram í ræktun. Takk fyrir það.